Skógræktarfélag Siglufjarðar var stofnað árið 1940 og hefur síðan þá séð uppbyggingu skógræktar í Skarðsdal. Skógurinn er nyrsti plantaði skógur landsins og í honum leynist meðal annars hinn glæsilegi Leyningsfoss. Við gengum skóginn ásamt hjónunum Kristrúnu Halldórsdóttur og Sigurði Hafliðasyni, en Kristrún hefur verið formaður Skógræktarfélagsins síðastliðin 12 ár. Það var nú þannig að 1940 þá voru framsýnimenn sem stofnuðu Skógræktarfélag Siglufjarðar og bara miklu með eldmóði og byrjuði að gróðursetja hérna austan árinnar. Það gekk nú ekki nógu vel því það voru bæði skriðuföll og snjóflóð og lélegur jarðvegur. Samt var þetta nú gert í samvinnu við Skógræktarfélag Íslands. En það gekk bara alls ekki. Þannig að 1950 þá ákvað þeir að færa sig og fá útluta landi hérna við Skarðdalskot. Og þar byrjaði þeir að gróðursetja upp á 1950 og þá komu líka átthagafélög til, eins og Skagfirðingafélagið, það var mjög duglegt og plantaði mjög mikið hérna og á stóran þátt náttúrulega hérna í elstu trjánum. Síðan er Jóhann orðinn formaður sko, faðir skógræktarinnar, og hann náttúrulega bara var vakandi og sofandi yfir þessu, passaði þetta mjög vel. Og þegar aðrir voru í síldinni þá var hann að passa litlu trén hérna. Og hann var kennari og svo síðar skólastjóri og hann fékk úlingana úr skólanum til að gróðursetja. Og flesti Siglfirðingar hafa nú líklega sett niður eitt tré hérna í skóginu sko. En þetta starfið hérna hefur allt verið unnið bara í sjálfboðavinnu og bara af ástríðu? Já, að mestu leyti sko. En sem sagt fengið úlingavinnuna til hjálpar og bærinn hefur sem sagt alltaf skaffað menn svona 1-2 mánuði, eða 2 mánuði má segja, stundum lengur. Og hvers vegna það hvað drífur mann áfram í skógræktinni hérna? Já, það er eitthvað sem að hérna maður bara verður að fara og hjálpa til, það bara er þannig. Þetta er sama hvað maður verður gamall. Og fyrrverandi formaður sem var hérna Anton Jóhannsson sem var undan mér, hann er ennþá hérna kominn á níræðisaldur og dúlla sér. Já, enn að planta. Já, og passa trén. Já, já. Nú hef ég heyrt skóginum hérna lýst sem svona, þetta sé falin perla. Þetta er kannski ekki eitthvað sem allir vita af, en sé alveg dásamlegur staður. Já, þetta er alveg sérstakur staður. Og maðurinn sem var hérna í sumar, hann hafði einmitt orð á því að það var eins og maður ánetjaðist skóginu sko. Og þeir sem hafa verið hérna hafa allir sagt þetta sama. Að það sé bara alveg dásamlegt að vera hérna. Ég held maður bara yngist við þetta. Já. Við ættum kannski að rölta og skoða aðeins eitthvað af þessum svæðum hérna í skóginum. Já, já. Árhvammur er samkomustaður Skógræktarfélagsins þar sem menn koma gjarnan saman til að grilla og skemmta sér. Það er fallega skreytt tré þar sem finna má ljóð úr ljóðabók Jóhanns Þorvaldssonar sem gjarnan er talinn faðir skógræktar í Siglufirði. Ein úr stjórninni, hún gerði þessa dúska og plastaði ljóðin hans Jóhanns. Jóhann hafði gefið út ljóðabók og svo var þetta hengt á þetta tré í fyrra þegar veislan var hjá okkur. Og svo sé ég að núna að fólk er að fá setja minningar, dúsk og jafnvel ljóð. Þetta er verið þá hérna á 75 ára afmælinu. Já. En hérna erum við annars á svona svæði þar sem er góð aðstaða. Já, já. Hér er grill og fullt af borðum. Já, já. Stundu tjöldi við samkomutjaldi hérna. Og þetta er alveg dásamlegur staður. Og þó að sé kannski rok og rigning hérna niður í bæ, þá er oftast logn hérna. Já. Skóginum má í raun lýsa sem hálfgerðu ævintýralandi og þar fær fjölbreytileiki náttúrunnar sannarlega að njóta sín. Enn eru ókönnuð svæði í skóginum
En þegar gengið eftir göngustígum skógarins má meðal annars sjá bæjartóftir, minnisvarða, útsýnistaði og hinar ýmsu plöntutegundir. Og hér í þessu húsi aðstafa Skógræktarfélagsins. Já, hérna höfum við, þetta hús gáfu Lionsmenn skógræktinni árið 1984. Það munar mjög miklu að hafa þetta. Þetta salerni hérna og svona aðstafa til að vera. En hver eru framtíðarplönin hérna hjá Skógræktinni? Já, þau eru náttúrulega að reyna að grísja og laga náttúrulega til, setja stíga og verkefnin eru bara bústaðlega óteljandi. Ég held að sé alltaf hægt að finna eitthvað. En aðalatriði að geta grísjað. Þetta væntanlega svona, endalaust verkefni. Já, miklu meira það. Maður bara, það alveg ótrúlegt hvað hægt að finna. Já. Það þurfti heilan her hérna. En það nægir möguleikar líka. Já, já. Svo erum við að gera svona smá útskot og hérna setja niður borð. Það eitt borð hérna inni lítið stígur hérna. Já. Og hérna fólki finnst gaman að koma með nestið sitt og setjast niður og við reynum að hafa þetta svolítið hugulegt.